Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Viðmælandi minn í dag Áslaug Kristjánsdóttir sem bæði hjúkrunarfræðingur og kynfræðingur og við ætlum að spjalla kynlíf og heilsu. Áslaug gaf nýverið út bókina Lífið kynlíf sem handbók kynfræðings langtíma sambönd. Þetta bók sem að öll pör þurfa að eiga og lesa aftur og aftur. Vertu hjartanlega velkomin Áslaug og til hamingju með bókina. Takk fyrir. Ég byrja nú alltaf að spyrja aðeins bara hver maðurinn? Hver Áslaug? Já, ég sem sagt miðaldra kona sem búin að gera ýmislegt en kannski það sem skiptir mestu máli hér að ég einmitt hjúkrunarfræðingur og kynfræðingur og kynlífsráðgjafi og starfa í dag sem kynlífsráðgjafi. Það svona það sem ég geri. Og svo ég líka stundum fyrirlesari og svona og reyndar líka stundakennari í 3 háskólum, já, sem finnst ég vera að gera margt. Svo ég líka mamma, ég á 3 börn og ég eiginkona og búin að vera það í næri 22 ár núna, og dóttir. Já, það mörg hlutverk. Já. En hvað var það sem að svona fekk til að fara út á þessa braut? Hvernig vakti þetta topic áhuga þinn og valdir að læra þetta? Það alveg áhugavert. Í minningunni hef ég alltaf ætlað að verða kennari og svo breyttist það örugglega svona kynþroskaaldurinn að ég ætlaði að verða kynlífsráðgjafi og ég veit ekki alveg hvaðan hugmyndin kemur en ég gerir á því fyrir að ég hafi séð þetta eitthvað staðar af því að þetta var náttúrulega ekki eitthvað sem að margir unnu við. Nei, það nokkuð. Nei. En það alveg, fólk sem búið að þekkja mig lengi segir ég man alveg eftir því, þú varst að tala um þetta þegar við vorum í gaggó og ég man allavega vel eftir því sjálf að ég fer þegar ég í kvennaskólanum, ég sem sagt stúdent úr kvennaskólanum í Reykjavík og þegar líklegast á 4. ári þá fer ég á fund með námsráðgjafanum og segi við hann, ég ætla að beða mig hjálpa mér að velja hvort ég á að fara í sálfræði eða hjúkrunarfræði að því ég ætla að verða kynfræðingur og kynlífsráðgjafi. Já, þetta var bara komið strax þarna? Já, okay. Já, og hann örugglega bara eitthvað, já, ok, galinn þessi. Út úr því koma ég ákvað að fara í hjúkrunarfræðina því að mér finnst það að vera góður grunnur fyrir þetta því að kynlíf jú líkamlegt og sálrænt. Akkurat. Þannig ég valdi þá leiðina. Sem svona algeng leið á Norðurlöndunum en annars það í heiminum ekki. Ok, hann hlað mjög góður undirbúningur. Já, og hjúkrunarfræðin bara svo margþætt starf og kemur að svo mörgu og ég meina við stór bekkur sem útskriðumst 2002 vinnum alls konar. Rosalega gaman þegar við hittumst að heyra hvað við erum að gera ólíka hluti. Einmitt. Mér er svolítið gaman alltaf að svona aðeins að skilgreina því að það oft margir að hlusta sem að viti ekki endilega allt, bara eins og ég. Svo gott að skilja maður bak við hinna. Nei. En hvað kynheilbrigði? Að því það alltaf verið að tala kynheilbrigði og nú erum við að tala kynlíf og heilsa og Já. Eitthvað skilgreining? Það til skilgreiningar sem að svona samtök kynfræðara, samtök kynfræðinga hafa búið til og kannski svona einfalda útgáfan af því og stutta útgáfan að kynheilbrigði okkar snýr það að vera kynvera og þá líkamlegt, sálrænt og félagslegt og menningarlegt. Þannig þetta flókið og margt sem spilar inn í. En við kannski trúum því ofta þetta kynheilbrigði sé bara að þú ert að gera það eða eitthvað svona. En það flóknara en það og ofta kemur fólki óvart hvað margt hefur áhrif á kynlíf. Hvernig getur kynlíf haft áhrif á heilsun okkar? Og hvernig getur heilsan okkar haft áhrif á kynlíf? Þetta stór spurning. Já, eiginlega á allan hátt. Og það svo áhugavert ef maður svona pínunörd eins og ég og alltaf að lesa rannsóknir og vill eitthvað svona vita hvað búið að sanna og hvað ekki að þá búið að rannsaka ótrúlegustu hluti. Það búið að rannsaka hvaða áhrif kynlíf hefur á taugakerfið, hvaða áhrif það hefur á ónæmiskerfið, hjartaheilsuna og alls konar. Margir muna náttúrulega eftir bíómyndinni sem man aldrei hvað heitir. Það Good as it gets held ég. Jack Nicholson hlaup upp stiga 2 hæðir og fagnar gríðarlega á stigapallinum.
að því að læknirinn hafi sagt við hann í kjölfar hjartaáfalls þegar þú getur gengið 2 hæðir upp stigan þá getur þú farið að stunda kynlíf aftur. Þannig hann að fagna þessu þarna og þetta búið að sýna fram á það að ef þú glímir við hjartavanda, ef þú ræður við að ganga upp 2 hæðir í húsi í stiganum að þá myndur líklega lifa af kynlífið. Þannig að það er búið að rannsaka alls konar og allt eiginlega sem að hefur verið rannsakað og athugað því fólk sem vinnur í vísindum er mjög hugmyndaríkt fólk, þá sér maður að þetta hefur allt áhrif. Því betra sem að andleg heilsan þín er, því líklega að kynheilsan sé betri, því betri líkamleg heilsa, því líklega að kynlífið sé betra. Mér finnst líka áhugavert, þú nefndir taugakerfið. Veistu, ertu með einhverja svona hvaða áhrif það hefur á taugakerfið? Þú sagði að það hefur jákvæð áhrif. Já, svona róandi. Já, ef maður stundar kynlíf eða líka sjálfsfrón, maður þarf ekki einu svona að hafa sko eitthvað með sér í þessu, það er alveg nóg að vera einn. Að þá hefur það róandi áhrif á taugakerfið og ég segja það nú svona oft í grínin, þetta er aldrei alveg líka sko, ef ég hefði kosið að verða læknir og væri heimilislæknir og var endalust að fá til mín fólk sem var að segja ég get ekki sofið, þá myndi ég líklegast vilja skrifa upp á sjálfsfróunarseðla í staðan fyrir lifi, prófum þetta í 4 vikur og svo kemur aftur og kannski þarftu svefnlyf og kannski ekki. Þú veist, af því að ég held að ég trúi því einhvern veginn þannig að náttúran hafi gefið úlingum þetta, það er svo erfitt að vera úlingur og þá fyrir alls konar hormóna ójafnvægi í gang og eitthvað svona, en einhvern veginn verði þessi greið að komast í gegnum það. Þá fyrir við að fá þetta vita að stunda sjálfsfróun. Akkurat. En hver er svona algengasta ástæðan þess að pör leiti til þín eða einstaklingar? Er það oftast pör kannski? Ég er svona, meiri hlutin er örugglega pör en þó nokkuð samt af einstaklingum. Og kannski einstaklingarnir koma frekar til þess að vinna með kynveruna sína eða langar að fara í samband og óttast ýmsa hluti tengda því og eitthvað svona og þá oft einmitt eitthvað svona kynveru tengda hluti að það mun ekki standa sig í kynlífi, kunni ekki þetta og kunni ekki hitt og eitthvað svona. Pör koma mestmegni svona algengasta ástæðan, þau koma af ýmsum ástæðum, en algengasta ástæðan er mismunur í kynlöngun í parsambandi. Að 2 aðilar hafa ekki sömu löngunna og ná einhvern veginn ekki að vinna úr því þannig að báðir aðilar séu ánæðir sko. En auðvitað stundum er þetta líka bara svona skýr vandi, það löngunin er til staðar en líkaminn funkar ekki eins og hann á að gera risvandi eða þurrkur í leggöngum, sársauki við samfarir, get ekki stundað samfarir af því að þú getur ekki komin einu inn í leggöng. Hverju ráðleggur þá þessu fólki sem kemur með þennan vanda að vera mismikla kynlöngun? Það er kannski ekki einfaldar ráðlengingar eða eitthvað svona eitt ákveði ráð eða eitthvað svoleiðis, en almennt hjálpar að ræða orsakirnar. Hvað veldur því að þið hafi mismikla löngun? Sá sem hefur minni löngun og það er alveg svolítið þannig líklegast að maður fókuserar svolítið á það. Auðvitað er það ekkit endilega betra að vera alltaf að þrýsta á kynlífa því ég hefur svo mikla löngun sko, en maður fer svona að spyrja út í þetta, þú veist, ég spyr svo sem af hverju hefur svona litla löngun en ég spyr líka af hverju hefur svona mikla löngun. Kanntu aðrar leiðir til að sefa þig en að stunda kynlífi eða þarftu alltaf makan til þess að sefa þig að því stundum notum við kynlífi í því skyni sko, en líka bara hvað stoppar, af því það er nú algengt að það gerist að fólk kemur til mín sem segir að það hafi litla eða enga löngun en það langar ekki að vera þannig. Ef þú hefur litla eða enga löngun og þér er alveg sama, þig langar bara alveg að vera þannig, þá gerir ég ekki neitt. Ég er ekki að vinna við það að pína fólk sem vill ekki stunda kynlíf að gera það sko, eða langa til þess. Og finnst þið mikill munur á sko karlmönnum og kvenmönnum í hver vandin er sem leita til því? Nei, nefnilega ekki og það er það sem er svo áhugavert við þetta. Að því við trúum því að allavega ég er alveg þannig upp að kallar vilja alltaf kynlíf, konur aldrei, konur eru kynkaldar og eitthvað svona sko og bara mjög ljót og leiðilega orð sem voru notuð þegar ég var úlingur og kannski ung kona. En ég sé það ekki, það kemur alveg, ég hef aldrei talið það sko, en það er alveg nálagt helmingurinn sem að hefur í gagnkynja samböndum að kallinn hefur meira áhuga eða að konan hefur meira áhuga. Nú er ég aðeins byrjað að glugga í bókina
og alveg frábær bók. Takk og mér finnst einmitt svo skemmtilegt þegar þú tekur svona dæmisögur og maður getur svona, þú veist, samsama sig og tengt. En hvernig sko, að því að þú talaðir á einhverju staðum að það væri ekki neina svona skyndilausnir, hvernig er best að byrja að vinna í vandanum ef að, þú veist, þú myndir aðlega einhverju núna pörum sem í vanda. Já. Á hverju er best að byrja? Ég held að árangust ríkast sé að hætta að tala þetta sé svo mikil vandi og þetta sé svo hræðilegt og það sé ekkert hægt að gera og fara að reyna að hugsa í lausnum. Ok, ef við erum ekki með jafn mikinn áhuga og þú upplifir ég er að þrýsta á þig og ég upplifa að þú sért að hafna mér og eitthvað, getum við reynt að endurstilla þessar hugsanir okkar, hvernig getum við unnið saman þannig að komist eitthvað jafnvægi á sko, og það er náttúrulega oftast það við förum bara í öllum ástarsamböndum þá þegar makinn gagnrýnir mann þá fer maður í vörn eða árás. Það er bara mjög erfitt að láta gagnrýna sig og taka því ekki persónulega. Þannig að þú veist, þetta er svo erfitt ofta að ræði þetta og fólk fer í einhverja pattstöðu, fólk svona fer að íkja stórlega sannleikan sem sannleik skildið í þessum hugsunum sínum sko. Þú veist, ég segi oft við fólk, mér finnst það ekki rosalega trúverðugt að makinn þinn sé komin hingað með þér en hafi engan áhuga á þér. Akkurat. Er ekki líka oft bara erfiðast að byrja að ræða þetta? Fólk finnst þetta svo svona einhver viðkvæmt og eldfimt málefni og... Jú og bara oft líka, alveg fólki en kannski aðeins meira konum oft, finnst erfið þessi tilhugsun að þurfa að gera sig graðar. Að þetta sé eitthvað sem við höfum vald yfir. Að við erum bara menningin okkar er þannig að við erum það ekki, við höfum alltaf að vera að verja okkur ágangi annara að reyna að fá kynlíf hjá okkur og eitthvað svona. Þannig við kunnum ekkit endilega rosalega vel að búa til kynlöngun. Ég skil. En hún er nefnilega ekki þannig að hún bara komi að sjálfu sér og þú veist, það sé bara eitthvað, þú veist ókslega heppin eða já, þið eru náttúrulega svo passið svo vel saman, þú veist. Þetta er vinna. Já, ég forðast orðið vinna í þessu samhengi bara því að ég vil kannski ekki tengja það að því það er ofta ekki, það er bara svona gildishlaðið orð sko. Eitthvað neikvætt. Já, en ég segi oft, þú veist, það þarf að hafa fyrir þessu. Já. Það er ekkit ástarsamband sem dafnar og þú hefur ekkit fyrir því. Nei. Heilsan þín dafnar ekkert ef þú hefur ekki fyrir henni. Vinnan dafnar ekki ef þú hefur ekki fyrir henni. Af hverju ætti kynlíf að virka eitthvað öðruvísi? En fólk langar rosalega að virka öðruvísi. Og ég eigi töfraduft inni á skrifstofu og gefi því bara pínlíti af því og þá er þetta allt í góðu. Sko, og hérna, í bókinu var líka talað svona eins og uppskrift, var það ekki? Já. Innihaldsefnin. Já. Það er svolítið skemmtileg samlíking. Þú veist, til að búa til fullkomnu köku þá þarf þetta hráefni. Já. En hvaða hráefni þurfum við í gott kynlíf? Samkvæmt þessum rannsóknum sem ég vitna í þarna í bókinni og voru birtar í bók sem kom út fyrir nokkrum árum sem heitir Magnificent Sex eða frábært kynlíf eins og ég kýsa þýða það í bókinni minni sko, og ég vitni í þetta þannig að ef fólk vil lesa það meira þá er það hægt að þá eiginlega það sem að kom mest á óvart var að til þess að kynlífið er frábært þá snýrist það miklu meira að vera til staðar, vera á staðnum, vera í eigin líkama, njóta upplifa maður sér í takt við þann sem maður stundar kynlíf með, tengslum við þann sem maður stundar kynlíf með, geta átt góð samskipti við þann sem maður stundar kynlíf með. Þetta var það sem að gerði svona gæfumunin og svo voru svona aukaefnin sem var kannski svona hversu mikinn sykur ætlar að setja og hvað þarftu mikið lyftiduft og eitthvað svona sko. Kryddin í kryddbrauð. Já, og eitthvað svona. Að þá var það, þar kom síðan fullnægingar, stellingar, losti og það kemur fólki óvart. Það voru aukaefni. Það voru aukaefni. Já. Er það þá þetta sem við talaðum sem fyrirmyndar kynlíf? Já. Já, það er hérna fyrsti kaplinn í bókinni er svona hvernig þetta ætti að vera. Ef að við hefðum öll einhvern veginn fengið grunninn sem að við hefðum þurft, að þá myndi þetta kannski líta oftar svona út. Og ég lýsi þarna pari sem að með tekst vel að ræða hlutina, hefur rætt það oft. Akkurat. Mér finnst líka svolítið áhugavert, ég er búin að vera, eftir að ég ákvaði að taka viðtal við þig, þá þurfti ég alveg að fara að grúska því að
þá upplifði ég þetta að kynslóðin mín, við erum líklega á svipum aldri og fólk eldri en við, þetta var bara aldrei rætt. Þú veist ekki að ræða kynlíf við foreldra þína eða einhverju kannski, en svona meiri hlutin grunar mig að þetta sé rosalega svona tabú umræðuefni. En hvað getur við sem erum núna foreldrar unglinga og eru kannski að hefja sitt kynlíf eða sitt ferðalag, hvernig getur við verið góða fyrirmyndir? Hvað getur við ráðlagt þeim? Ég held að það sé best fyrir okkur að aðeins að líta inn á við og átta okkur á hvar liggur skömmin. Hvað finnst mér svona ræðilegt við þetta? Af hverju finnst mér erfitt að ræða þetta? Og svo líka þetta að fólk segir oft sko, já ég þarf að eiga náttúrulega núna samtalið við úlingin. Já, eins og sé bara einu sinni. Já, og ég eitthvað svona, nei, þetta er svona mörg samtal, ég held að þurfa að tala oft um þetta og finna hvar barnið úlingurinn og ég meina kollegi minn Sigga Dögg skrifaði bók sem heitir Kjaftaði kynlíf, bókin uppselt en hún til á öllum bókasöfnum og svona, þar fer hún vel í svona hvernig þú getur tækla þetta og hitt í þessari umræðu sko, en kannski bara auðvitað þarf maður alltaf einhvern veginn að vera tilbúin að svara börnunum, en svo það líka einhvern veginn eðli okkar að börnin okkar eru kannski líka feimin við að tala um þetta því að þetta ekki opin umræða á heimilinu og eitthvað svona. Akkurat. Þannig að ég held að það sé allt í lagi líka bara þegar maður svona tekur eftir ok, núna tíminn þar sem að einhver í bekknum að byrja á blæðingum. Það bara tala ég við barnið mitt blæðingar óháð kyni, hvort að barnið að fara á blæðingar eða ekki skiptir ekkit máli. Nefnitt. Eða þú veist, sjálfsfróun eða eitthvað og það alveg þannig börnum finnst óþægild þegar maður talar um þetta þó að ég sé kynfræðingur þá hefur börnunum mínum þótt óþægild þegar ég byrja að tala um eitthvað þá bakka ég, býð, svo koma þau seinna. Akkurat. Kannski þannig að við getum verið bara fyrirmyndir með því að sýna þeim að við séum óhrætt að ræða þetta og þau séu velkomin til okkar. Já. Og kannski líka einhvern veginn svona láta þau heyra fullorðna á heimilinu vera að ræða eitthvað, kannski ekki vera að ræða það var nú frábært hvernig við vorum að gera þetta í gær eða eitthvað svona, börn hafa engan áhuga því að við kynlíf foreldra sinna. Það ekki vandræðilegast sem þau heyra. Já, en að svona vera að tala eitthvað svona tengt samböndum, tengt samskiptum, segja gjarnan við fólk sem hefur áhyggjur af því að þau rífust fyrir framan börnin sín og eitthvað svona. Við séum það allt í lagi að rífast fyrir framan börnin en við verðum þá líka að leyfa þeim að sjá hvernig við sættumst. Af því það það sem skiptir máli að læra að sættast, við rífumst öll. Það ekki hægt að búa með annari mannesku í langan tíma og halda að það verði bara alltaf dans á rósum sko. Nei. Þú veist, en við gerum þetta nefnilega, við rífum stundum fyrir framböndin okkar og svo fyrir við inn í herbyggja og sættumst. Já. Og þau fá aldrei að sjá það og þá erum við að kenna þeim bara að við rífumst og svo gerist ekki neitt. Akkurat. Þetta góða punktur. En að því vorum að tala sko kynlíf byrjanda ef að morða þannig við sem foreldrar ætlum að reyna að hafa einhver jákvæð áhrif. Ertu með einhver ráð að því nú ég menntaskólakennari og kannski einhver að hlusta á þeim aldri. Já. Hvaða ráð hefur til þeirra sem eru bara að byrja að stunda kynlíf? Ég hugsa ég myndi segja gera þetta ekki undir áhrifum. Reyna að byrja að stunda kynlíf ekki undir áhrifum. Ég held að það sé hjálplegt að stunda kynlíf nokkru sinnum með einum aðila eða sama aðilum aftur nokkru sinnum að því það líka allavega svona mín kynslu var svolítið alveg fyrir það að maður væri reynslu mikill í kynlíf ef maður hefði sofið hjá mjög mörgum. Okay. Þú veist eins og það að skipta út alltaf partner væri reynslan sko. Auðvitað færið eitthvað reynslu úr því, ég ekki að gera lítið úr því en ég held að svona til þess að prófa sig áfram sé gott að vera með einhverju manneski sem þú treystir eitthvað, þekkir eitthvað til. Ölmusu kynlíf, ég rakst að það orði í bókina því nú náði ekki að klára að lesa hana. Hvað það? Þetta bara, þetta náttúrulega ræðilt orð sko, ég bjóða til en ég bjóða einmitt til þess að vekja þessi hughrif, þú veist, getur við reynt aðeins að fara að tala saman eins og fullorðið fólk og hætta að haga okkur svona, því ég sé það bara alla daga í vinnunni að þetta ekki hjálplegt. En þetta svona kynlíf sem ég stundum líka kallað upp á hleypingar og dæmið í bókinni semst gagnkynja par þar sem að hún hefur ekki áhuga á kynlíf en hann hefur meira áhuga og hún alltaf einhvern veginn að láta það eftir. Ok, gerum þetta bara, þú veist, ég hef engan áhuga og ég nenni ekki einu svona að reyna að hafa áhuga af því ég bara trúi að ég hafi engan áhuga þannig að tilgangslaust að reyna
þetta að trúa því ekki að maður hafi eitthvað stjórn á þessu og svo fer fólk að stunda kynlíf og því oftar sem að hann er búin að heyra já, ok, drifðu þið það þessu, ok, klukkan á hann margt, getur við verið snögg þá? Að þá fer hann að ímynda sér að hann er hann svo stressaður, sko, annarkvort fær hann það ekki eða færi það á fljótt eða missi risið og hún fær líklegast ekkit út úr þessu að því hún var hvort er ekkit orðin gröð í byrjun, sko. Og ég held að skipta engum máli hvaða kyn þú setur á þetta fólk, það bara æxlaðist hann að ég skrifaði þau svona í bókinni, sko. En þetta veldur því, held ég aldrei, að fólk hugsi, mikið væri hún til meira þessu. Nei. Þetta veldur ekki því að þú fáir eitthvað kynlöngun. Þannig ég segi það oftast við fólk, ég held að það sé algjörlega tilgangslaust að halda þess áfram og best að sleppa því og bara þá sleppa kynlífi sem að er svona og fara að tala hvernig getum við gert þetta þannig að báðir aðilar hafi gaman að því njóti þess og kannski þarf það bara meiri tíma heldur en við erum vön að halda að fara í kynlíf. Við höldum ofta að kynlíf gerist bara nú er Bogi Ágústsson búin að lesa 10 fréttir, þá skulum við fara upp í rúm og þetta taki okkur svona 5 mínútur, meðal tími samfara er 2,5 mínúta eða eitthvað svo samkvæmt rannsóknum, ég sagði það búið rannsaka ýmislegt skrítið, en kynlíf er kannski ekki bara síðasti parturinn, sko. Nei, akkurat, en það eru margir sem tengja að ef það er ekki fullnæging þá er það ekki kannski finnst þeim ekki nógu gott kynlíf. Það er oft svolítið stór misskilning. Já, og það er einmitt og það er alveg áhugavert líka, sko, að almennt er það meira þannig að sá sem fékk það ekki í þetta tiltekna skipti er meira svona, þú veist, mér finnst það næs, við tengdumst þetta og gott, eitthvað svona, en hinn hefur meira áhyggjur. Þetta fyrir að verða eins og eitthvað svona debit kredit, sko. Nú er þú inni hjá mér af því að þú, eitthvað svona, þú veist, það fyrir eitthvað svona skrítin og svo hefur þetta líka heilmikið bara með sjálfsmati manns að gera og svona egoið, þú veist, að ef að ég fekk þá ekki þú, hvað segir það mig? Er ég þá léleg í þessu af því að ég lét þig ekki fá það? Og þessi svona miskilningur að maður geti látið einhvern annan fá það. Þetta fullnægt þörfum annara. Og maður getur ekkert látið eitthvað fá það því að maður getur alveg hjálpa til við það, maður getur verið næs og kannski snert rétta staði og eitthvað svona en sá sem ætlar að fá það verður að geta sleppt takinu, slakað á og þá mögulega gerist það. Ef að, þú veist, ef þú ert að snerta rétta staði en viðkomandi slakar ekkert á og næri ekkert að detta svona í mómentið, þá bara gerist það líklegast ekki. En hvaða ráð hefur til þeirra sem að segja, þú veist, við höfum engan tíma? Það er náttúrulega, annarkvort úlingarnir farnir að vaka lengur en foreldrarnir eða það eru bara dauðþreyttir eftir vinnu, þú veist, þú hefur örugglega heyrt þetta allt. Já. Hvað ráðleikur þeim? Kannski að ræða hversu mikill tími á að fara í þetta. Og í alvöru talað, hefur maður ekki tíma? Hefur maður ekki 10 mínútur? Sko, kynlífi sjálft nefnilega tekur lítinn tíma. En getur maður kannski að meðan maður er að keyra heim úr vinnunni eða er að svæfa börnin eða eitthvað, verið að hugsa jákvæðar kynferðislegar hugsanir, eitthvað sem að kemur manni til, þannig að auki líkurnar og vilja gera þetta á eftir. Að heldur og kannski fyrir mjög marga virkar líka svona gefa svo gaum eða skipulegja þetta aðeins. Að við ætlum að stunda kynlíf í þessari viku, þessi þarna dagur er hendugur að því að þá erum við að vinna minna eða eitthvað svona, sko. Ok, og hvað ætla ég þá að gera þannig að það verði auknar líkur á því að verði kynlíf? Maður þarf bara því miður að hugsa þetta svona. Bara setja þetta í dagbókina? Já, ég meina sumum hendar að setja í dagbókina og þú veist, aðrir eru með það svona meira á bak við eyrað. En ég meina flestu fólki sem að gengur að stunda kynlíf til lengri tíma með makanum sínum er fólk sem er meðvitað mikilvægi þess og er að leggja sig fram. Akkurat. Þannig að þú myndir segja að kynlíf sé mikilvægur þáttur í samböndum. Já, ég held það fyrir langt flest pör að þá skiptir kynlífi miklu máli. Og það er oft talað þetta og svona auðvitað við kynfræðingar segjum þetta, þú veist að þegar að kynlífi gengur vel og það er einhvern veginn hnökralaust og allir aðilar eru ánægðir með það og eitthvað svona, þá tekur þetta upp svona 5% af hugarorkunni okkar. Við erum ekki að dvelja meira við það en það. Þegar þetta gengur ekki, þá verður þetta 95% af því sem þú hugsar. Þannig eitthvað hlýtur það að gefa til kynna mikilvægið.
hversu mikil þjáning það þegar fólk upplifir að kynlífi gangi ekki, þá líður því almennt mjög illa yfir því. Já. Og kannski þú heldur ekki að tala það við aðra, þannig að þess vegna það bara í huganum til yfirtekur allt. Já, einmitt, og gjarnan það þannig að þegar parið byrjar að ræða kynlífið og áhugaleysi og eitthvað svona, þá fer það í vörn og sókn og eitthvað og það verður engar lausnir og því líður bara alveg jafn illa eftir það. Já. Og svo ferði ekki kannski vinnuna að tala við vinina að því við upplifum líka kynlífið svo persónulegt. Að maður vill ekki brjóta trúnað. Að því maður kannski, það geta allir tala sína einn sjálfsfróuna því að hún jú bara þín, en að tala sambandið við makan, þá makin náttúrulega að vera sammála því hvað rætt og hvenar og hver má vita og... Akkurat. Og það kannski meira konur sem tala við vinkonur svona málefni að ég hef heyrt allavega strákar þegar þeir hittast ekkert endilega að tala vandamálin. Nei, þarna sé ég að því að ég svo ótrúlega heppin að fólk segja mér svo margt inn í lokuðu herbyggi þar sem ég bundin trúnaði. Þú veist, þannig ég fæ alveg svo yndislega innsýn í líf fólks og þar finnst mér ég alveg sjá að þetta ekkit eins kynjað eins og við viljum einhvern veginn trúa kannski. Frábært. Já, en það alveg, sumar konur eiga svona vinkonuhóp, sumir menn eiga svona vinkonuhóp, en það ekkit endilega algilt. Nei. En finnst þér þetta að hafa breyst með kynslóðanum? Ég veit það ekki. Sko við opnari, ég upplifi það alveg þannig að við opnari fyrir hinseginleika sem betur fyrr. Þú veist, ég meina ég bara árinu eldri en samtökin 78, þú veist. Þannig mér finnst það mín upplifun að það hefur opnast á það einhvern veginn að ræða alls konar, að það sé alls konar til. En ég hef ekkert kannski endilega trú á því að við séum orðin frjálslindari eða megum tala náin mál. Við bara skiljum kannski betur að það ekki allir eins, en mér finnst við ekkert skilja samt einhvern veginn á dýpra leveli og hvað þýðir það. Og ég man eftir því þegar ég úlingur, þá var nú bara berbrjósta kona í auglýsingu fyrir Bláa lónið og eitthvað bara í blöðunum. Mikið af konum voru berbrjósta á syndlega bakkanum þar sem ég alin upp þegar á góðviðri stögum. Þannig auðvitað var ég pínu hissa þegar síðan var komið að fríða nippul. Þá var ég svona, já, ok, einmitt. Þarna finnst mér hafa orðið afturhvarf. Og við heyrum það alveg líka eins og í hinsegin baráttunni að það líka verða afturhvarf Þannig ég veit það ekki alveg hvort ég trúi því að við séum að verða opnari eða hvort við séum bara að verða jafnvel íhaldsamari. Mjög viðkvæmt og auðvitað bara öll mannleg samskipti eru viðkvæm. Og þess vegna líka, einmitt, hvað myndi ég ráðleggja ungu fólki sem að hefja sinn kynlífsferil? Vera allskáð. Af því það bara auðveldar að lesa í samskipti, það auðveldar að einhvern veginn vera trúr sjálfum sér, hlaup ekki fram úr sér, fari ekki yfir mörk annara af því að maður ekki færum að lesa í þau. En ég skil líka alveg og ég hef heyrt að það sé algengt umræði efni á AA-fundum, þið veitir þegar fólk að takast á við það að fara að lifa edrú, að það sé erfitt að hugsa það, veitu, hvernig á ég svo fara að stunda kynlíf? Þekkir ekki annað en að vera undir áhrifum. Já, og þetta berskjaldandi, hvað með góður. Að vera allsber með annari mannesku og eitthvað að segja hvað maður vill og hvernig maður vill að þetta berskjaldandi. Mér var svolítið flott kynfræðikennari í skólanum í MH, hún Karen. Einhvern tímann heyrði að hún var ég vona ég með segja frá að hún líkti þessu við að panta pizzu. Ef að við varum að panta pizzu saman, þá spyr ég, finnst þér skinka góð? Já. Og þú segir nei, ok, þá sleppum við skinkunni á pizzuna. En borður ólífur? Já, og þá pöntum við pizzu með ólífum. Af því okkur finnst það báðum gott. Og hún sagði að kynlífur eins, við þurfum að ræða saman. Hvað finnst okkur báðum gott og gera það? Já, og kannski með þetta svo rosalega erfitt með að segja hvað okkur þykir gott af því við skömmumst okkar fyrir það. Að við höldum að sé eitthvað, þú veist, þannig oft það líka jafnvel þegar fólk að reyna, hvað finnst þér gott og hvað ég veit ekki, bara ekki neitt, eða þú veist, bara gerð þú bara eitthvað og mann langar kannski ekki að vera, panta pizza og bara, pantaði bara eitthvað, svo borði ég hann ekki, nú þá þarf ég að panta aðra, þetta verður dálítið dýrt
Það er svo skemmtilegt hvað fólk sko ólíkt. Ég á eina vinkonu sem að bara segir óspart frá því að hún á stóran dótakassa með kynlífstækjum og allt þetta og hún geymir hann bara þessum börnin en að sjá hann þess vegna. Já. Og en ég var einhvern veginn alveg upp við þetta væri allt svo mikið feimnismál að mér þótti meira sig að bara óþægilegt að ganga alein inn á bókakynninguna þína inn í Blush að því vinkona mín hætti að koma með mér. Og ég hugsaði bara, og ég að ganga alein þarna inn í Blush eins og það sé eitthvað hræðilegt. Já. En þetta bara eitthvað, ég veit ekki hvað þetta í manni. Svo var þetta æðislega falleg verslun, ég vil aldrei koma þarna inn. Það var bara, og ekkert mál og ótrúlega gaman að fara á kynninguna. Nei, mitt og ekki dónaleg verslun. Nei, einmitt. Já. Og þetta á að vera svo sjálfsagt. Já. En það eitthvað í þjóðfélaginu og ég þarf að veðja ég sé ekki ein. Nei, alveg 100% ekki. Ég ger alveg ráð fyrir að margir hafa ekki eins og mætt bara út af staðsetningu sko og mjög margir þurft að segja mér, ég að koma hér í fyrsta skipti, þú þarft ekki að halda að ég sé fastagestur hér og ég alveg, já, allt í lagi, mér sama sko. En einmitt, en þetta eitthvað, þetta persónulegt, og þetta held ég svo menningabundið. Ok, hvernig þá? Bara menningin okkar þannig að við tölum ekki þetta. Bara íslensk menning? Já, íslensk menning, alþjóðleg menning, alveg pottið sko og ég meina við sjáum að það ennþá stífara, ég meina þú mættir bara aldrei vera með svona podcast á sumum stöðum í heiminum sko. Nei, einmitt. Þú veist, þannig að, en þetta í menningun okkar, hvernig við tölum kynin, hvernig við tölum kynlíf, hvernig við tölum alla hluti menningabundið. Það við sem ákveðum það hvað eðlilegt og hvað ekki sko. Þannig að, einmitt, ef maður alveg upp í þeirri menningu að maður að skammast sín fyrir þetta og það sé eitthvað rosalega vandræðalegt að eiga kynlífstæki, þá finnst manni það vandræðalegt. Akkurat. Við líklegast bara svolítið eins og svampar, sko. Tökum bara inn það sem við sjáum. Akkurat. Hver eru skynfærin 5? Það þú getur bent á þau öll á höfðinu, sko. Það munnurinn, nefið, augun, eyrun og húðin. Ok. Já. Og hvað getur þú sagt okkur þau í tengslum við kynlíf? Ég mikið í þessu einmitt, af því að fólk oft svo verkbundið í kynlífi, að þetta snúist hvað fer hvar og hvernig það sé gert og eitthvað svona. Og ég segja nú stundum ég ekki stellingafræðingur, það væri mjög einföld vinna, en ég held líka að það engin vinna, því að fólk finnur nú yfirleitt út úr því sjálft, sko. En þetta, hvernig getur virkjað skynfærin í kynlífi? Hvernig getur nota lyktarskynið, heyrnina, augun, þú veist, hvað sérð og þar set ég líka og ég veit að heilin ekki skynfæri en hvað sérðu fyrir þér, þú getur líka nota ímyndunaraflið, eitthvað bragð sem að þér finnst kynferðislegt eða notalegt eða eitthvað svona og svo náttúrulega húðin þekur allan líkamann að innan og utan þetta bara slímhúð þegar það inn í okkur og það stæðsta líffæri manns líkamanns og þetta að nota það. Og það gerist alveg þegar fólk búið að vera lengi saman að það minnkar oft svona hlutin af líkamannum sem þú kemur við. Þegar við erum að byrja saman þá að strjúka axlirnar og handleggina og lappirnar og eitthvað. Svo þegar við erum búin að vera smá stund saman þá veði ég píkunaður og brjóstunaður. Blákalt. Og fólki verður auðvita hvert við. Bara hvað er það að gera? Já. Nú ég held að við erum að gera eitthvað en kannski byrja aðeins fjær miðju hitta upp já, en svona leika sér með það sko. Og líka og þetta nota ég mjög mikið að þér finnst kynveran í þér vera bara eilorðin dauð eða bara þú upplifir enga löngun prófaðu þetta í eitthvað nokkur skipti taktu eftir farðu bara út í búð og kauftu eitthvað 3 hluti sem þú heldur að væri notalegt að borða. Takt eftir skynjuninni að borða. Hvað lykt örvandi fyrir þig? Hvað lykt góð? Hvað lykt róandi? Hvað lykt sexy? Við þekkjum okkur ekki nógu vel, sko. Nei, við dveljum kannski ekkit endilega í, sko, jafnvel ef maður þekkir sjálfan sig svolítið svona hvað smekki hef og hvað tónlist ég hlusta og eitthvað svona hvað típa ég. Þá fylgir því ekkit endilega skoðun á en hvernig kynvera ég. Akkurat. Ég man ekki eftir því að einhver hafi sagt við mig sem úling eða unga mannesku eða ekki eins og þegar ég miðaldra. Hvað, hefur þið pælt í því Áslaug mín? Hvað, hvernig þú myndir koma þér til? Ef þú ætlaðir að gera þig graða, hvað myndir þú gera? Akkurat.
Af því við erum með lífi í lúkunum. Nákvæmlega og bara heilin svo frábær, hann hugsar svo margt og við getum meira sér oft sagt honum hvað hann á að hugsa, við erum bara látið hann hugsa eitthvað sem okkur langar að hugsa. Akkurat. Þegar ég var í heilsumarkþjálfara náminu, þá var alltaf talað sko hvað allt í lífinu, bara allt sem við gerum hefur áhrif á heilsuna, en þá var akkurat talað að fjármál og kynlíf væri þessi 2 umræðefni sem fólk væri svona ætti erfiðast með að tala og væri langviðkvæmasta umræðefni. Yeah. En þetta tvennt, fjármál og kynlíf, hefur alveg jafn mikil áhrif á sko heilsuna eins og sko bara svo margt annað. Já, Þannig bara eins og hreyfing og mataræði. Já. Og það alveg áhugavert af því að nú stöndum við vel á Íslandi, við hefum gott heilbrigðiskerfi, við hefum vel mentað fólk hérna sem sinnir alls konar heilbrigði, en kynheilbrigðið ekki hátt. Sem betur fyrir hafa bara opinberar stofnanir og einkarekna stofnanir sem eru bankarnir tekið að sér svolítið að fræða okkur hérna fjármála heilbrigði, að hafa heilbrigða fjármála sín og eitthvað svona. Og auðvitað vinna mun fleiri í bönkunum og fjármálageiranum heldur en í kynfræðingar eru sko. Þú veist, þannig en þetta hefur einhvern veginn ekki alveg náð inn ennþá og kannski það bara því að við erum mjög fáar sem erum kynfræðingar, við erum bara konur á Íslandi sem erum kynfræðingar ennþá, en kannski það einmitt að við erum bara ekki nógu margar til þess að við komumst á alla þessa staði, við getum ekki gert allt sko. En það alveg áhugavert að hvað við erum lítið að fjalla kynheilbrigði. Já, en þú sagðir áðan að kynheilbrigði væri ekki hátt. Hvað áttu við með því? Já, þeir ekki hátt skipað. Já, þannig. Já. En það ekki hvernig hægt að mæla kynheilbrigði? Væri hægt að gera rannsókn og mæla það? Já. Maður getur þá metið bara samfélagið kynferðislega heilbrigt, fólk frjálst í þessu landi, líður því vel í eigin skinni, færð að vera sá sem það var ein mæleining, fólk ánægt með það kynlíf sem það stundar, þá getur maður mælt kynlífsánægju og það áhugavert þegar kynlífsánægju mælt að þá hún ekki bara mælt í skiptum og fullnægingum sko, en það ein leið til að mæla það, þægileg leið í rannsóknum sko. Maður getur líka rannsakað sko, kynfræðsla í lagi í þessu landi? Fá öll börn sem gangi í skóla kynfræðslu og hún á pari við það sem við viljum að hún sé? Og byrjar hún nógu snemma? Já, og hún nógu fjölþætt? Ég spyr alla sem koma til mín hvernig þeir skilgreina heilsu og það svo gaman að sjá hvað alltaf ólík svör, en skemmtilegt samt hvað þið tengjast einhvern veginn hvert öðru á einhvern nátt. Hvað heilsa fyrir þér? Ég finn það þegar þú spyr mig að þá kemur hjúkrunarfræðingurinn bara upp sko. Það má. Já, og það einmitt, og það svo, ég svo þakklátt fyrir það að vali hjúkrunarfræðina þarna þegar ég var í kvennaskólanum. Af því að hún svo, hjúkrun þannig fag að hún samþættir allt heilbrigði. Þannig og þegar ég var í hjúkrunarfræði deildinni að þá var ofta talað þetta sko, að heilbrigði hugur, hjarta og hönd. Sem getan okkar höndin og hugurinn að vera andlega heilbrigður og hjartað tilfinningarnar. Þannig að það finnist mér ekki að vera heilbrigður þegar allt þetta spilar saman. Þegar ég næ að hafa einhvern heimil á hugsunum mínum og tilfinningum og líka minn gerir það sem ég vil að hann geri. En hvað með breytingaskeið og heilsu? Því nú var síðasti þáttur breytingaskeið. Breytingaskeið kvenna. Kannski verið einhvern tíma með þáttur breytingaskeið karla. Aldrei að vita. Já, hvað veit maður? En hvaða áhrif hefur breytingaskeið á kynlíf okkar og öfugt? Það búið að rannsaka það svolítið. Við vitum ekkit alveg allt. En svona einhverja rannsóknir segja þetta að ef að þú lifir góðu kynlífi fyrir breytingaaldurinn að þá myndu gera það eftir hann. Að það hafi kannski ekkit endilega afgerandi áhrif. Hins vegar hitti ég mikið af konum sem á breytingaraldrinum eða eru búnar með tíðakvörfin og eru að ljúka breytingaskeiðinu og þær segja ég upplifi bara kynlöngunin hvarf, mér bara svefninni verri og alls konar hlutir og líka kynlöngunin, það komin þurrkur í leggöngin og eitthvað svona óþægindi stundum og eitthvað svona sko. Þannig að
ég ekki alveg viss sko, ég veit það ekki alveg. Hefur þetta afgerandi áhrif, en ég veit allavega líka að bara það að eldast hefur áhrif á kynlíf. Já. Og að halda að maður geti verið alltaf eins kannski ekki góð hugsun. Nei. En svo einhverjir sem talaði að sko sjálfsöryggi okkar eykst eftir breytingaskeiðið. Þannig kannski kynlífið það bara ennþá betra. Já, og það var svo áhugavert við þessar kanadísku rannsóknir þarna frábæra kynlífið, fyrirmynda kynlífið sko, að þar voru allir þáttakendur sammála því að það yrði betra með aldrinu. Kannski getur það verið og það verður bara áhugavert að sjá hvað svona rannsóknum fleiri áfram með þetta. Kannski það þannig að yfir breytingaskeiði bara meðan þú ert að gangi gegnum þessar miklu breytingar að það raski kynlífinu en svo komið það aftur. Þegar það svona kemst aftur ný ró á líkamann. Eins og bara þegar maður að vera úlingur. Það raskar jafnvægi okkar og veldur alls konar líðan, góðri og slæmri og þannig að Akkurat, þetta náttúrulega úlingatímabilið þegar hormónundar allir að koma inn og svo breytingaskeiðið að fara aftur út, þetta eiginlega eins tímabil. Já, þetta svona einhvern veginn, þetta mjög svipað sko. En líka kannski það virðist vera þannig að það gott að sko nota kvenkynfæri þegar maður á breytingaskeiði, að fá svolítið blóðflæði í þau. Af því að þegar breytingaskeiði kemur og estrógeni fer að fara svona mikið úr líkamanum þá verður rýrnun í vefjum allstaðar, þess vegna verður við krumpaðri með aldrinum að því missum fyllingu. Sama gerist líka í píkunámanni sko. Hún missir líka teygjanleika og hún missir bara svona ekki beint stinningu en hún missir svona bara kollagenið úr vefjónum sko. Þannig að þá hjálplegt að halda blóðflæðinu. Þannig það gott að vera virkur. Já, use it or lose it. Já, leggur við sko. Þetta hefur nú oft komið akkurat þetta orðatiltæki en við oft lesi í þessu samhengi í fræðigreinum. Það lítur út fyrir það að niðurstuðar þessar rannsóknar segja að þú verður að use it or lose it. Ég meina, hún dettur ekki af sko. En að því við þetta snýst náttúrulega heilsu þetta hlaðvarp og ég veit að streita og svefnleysi og allt þetta hefur náttúrulega neikvæð áhrif á sko heilsuna en þetta hefur líka neikvæð áhrif á kynlíf. Já, og eiginlega mest neikvæð áhrif. Það búið að rannsaka heil lengi hvað veldur því að kynlöngun dafnar og hvað ekki og það lífið sem veldur því en aðalega kemur þá til streitan. Að hún virðist vera algjört eitur þegar við erum mjög streitt að þá yfirleitt fer kynlöngunin bara frá okkur. Þannig að besta ráðið bara að róa taugakerfið og slaka meira á meiri núvitund. Já, og allt það sem maður gerir til að róa taugakerfið mun auka líkurnar að því að langi að stunda kynlíf og það að stunda kynlíf róar taugakerfið. Þannig þetta bara eins og hómblest, þetta bara gott báðum megin. Já, win-win. Já. Ok, frábært. En eitthvað að lokum, eitthvað sem þið langar að bæta við? Já, kannski, ég held að það sé líka rosalega gott fyrir kynlíf að vera svolítið ljúfur og góður. Þú veist, ef maður getur verið svolítið jákvæður og ætlað öðrum gott, gefið frá sér jákvæða strauma, að þá held ég að það hafi góð áhrif á kynlíf og kynlíf okkar allra. Að ég held að stundum stöðvist kynlífa þegar maður þarf að tala hvað einhver var leiðilegu við mig í dag. Það ekkert makinn sem var það. En tilfinningarnar virðast oft flæða fram á kvöldin sko. Þar sem að fólk ofta að gefa kynlífi gaum sko. Þannig að já, ég held að það væri líka það. Ég held að það væri rosa gott ef við myndum öll rækta með okkur að vera góð við náungan. Þetta fallegt. Þetta góð lokaorð. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig.